Daginn, ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 780, haldinn 7. apríl 2021. Og ég segi fund settan. Það 10 mála dagskrá. Áður en ég fer yfir það, þá ætla ég að bera upp mál sem óskar eftir að vera tekið á dagskrá. Það liður kosning í nefndir og ráð, mannabreytingar í umhverfisnefnd. Þannig að ég ætla að biðja þá að kjósum það, bæjarfulltrúa, kannski gerum við það bara svona uppæðið með því að rétta upp hönd. Þeir sem samþykkja það að taka þetta mál á dagskrá með að rétta upp hönd, þurfum ekki að fara í spjallið. Það samþykkt með 9 höndum og það fer þá hér og verður 7. mál, sýnist mér. Það færist aftur fyrir skipulagsnefndar fundargerðina. Og þá lítur dagskráin þannig út að þetta málinu númer 11. Það fara hérna yfir í fljótheitum. Fyrsta lagi sérliður sem heitir Ársreikningur Mosfellsbæjar 2020. Fyrri umræða. Síðan koma 2 fundargerðir frá bæjarráði og 3 fundargerðir frá nefndum. Að þessu sinni það íþrótta- og tómstundanefnd, menningar- og nýsköpunarnefnd og skipulagsnefnd. Og að lokum 4 fundargerðir frá, til kynningar, svona ýmsum áttum eins og við þekkjum. En okkur þá ekkert að vanbúnaði að hefjast handa og taka fyrir fyrsta mál á dagskrá sem heitir hér samkvæmt fundarboði Ársreikningur Mosfellsbæjar 2020 lagður fram til fyrri umræðu. Ég ætla að bjóða sérstaklega gest velkomin hér sem situr til þessu lið. Það Magnús Jónsson, endurskoðandi ársreikningan okkar að bæjarfélagsins. Áður en ég gef honum orðið þá ætla ég að gefa bæjarstjóra Haraldi Sverrissyni orðið og síðan fær Magnús orðið og síðan opna ég fyrir mælendaskrá. Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég ætla að fá að deila með ykkur hérna örfáum glærum. Sjáum við það ekki núna? Jó. Já, forseti, við erum hér undir liðnum Ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2020 og fyrir umræða. Það náttúrulega gerist á hverju ári að það lagður fram ársreikningur og sá tími ársins núna og hann var sem sagt lagður fram í bæjarráði á síðasta bæjarráðsfundi og vísa þar til fyrir umræðu í bæjarstjórn og var þar undirritaður af bæjarstjóra og bæjarráði og ég ætla að fara hér örstutt yfir helstu tölur í þessum reikningi eða svona niðurstöðuna í honum. Þetta alltaf búið að vera eða var undarlegar aðstæður í rekstri sveitarfélaga og hins opinbera og almennt séð sjálfsagt árið 2020 sem var litað af þeim koronaveiru faraldri sem ríkti nánast allt árið og það var svo sem snemma ljóst árinu 2020 eða svona vormánuðum að áætlanir eða fjárhagsáætlun bæjarins sem var samþykkt þarna í desember árið 2019 fyrir árið 2020 hún myndi ekki standast vegna þeirra miklu efnahagsáhrif á þeirri djúpu efnahagskreppu sem kom í kjölfar þessa faraldurs. Og sérstaklega má þar nefna að ljóst var að tekjuáætlun myndi ekki nást. Það var hins vegar tekin sú sameiginlega ákvörðun bæjarstjórnarinnar sem reyndar þá líka í gildi fyrir árið 2021 að ekki yrði farið í niðurskurð eða breytingar á útgjöldum bæjarins til þess að ná betri niðurstöðu en annars myndi verða.
það væri ekki skynsamleg leið í aðstæður sem þessar og raunar þetta ákvörðun sem að held ég flest ef ekki öll sveitarfélög hafa tekið að taka á sig þennan skell. Ríkissjóður hefur alltaf gert það og gott betur. Ríkissjóður hefur alltaf komið inn í rekstur fyrirtækja og greitt hlutabætur og lengt í atvinnuleysisbótum og greitt styrki og alls konar hluti til þess að létta undir rekstri fyrirtækja á þessum tímum og tekið á sig þar af leiðandi mikil fjárútgjöld og það mjög mikið talli á rekstri ríkissjóðs núna þessi misserin eða þessi árin. Og sama má raunveru segja sveitarfélögin að það harðnaði verulega á dalnum og tekjur drógust verulega saman. Eins og ég nefndi þá var svo tekin svo ákvörðun sameiginlega að fara ekki breytingar á hvorki á útgjaldaþættinum né heldur fjárfestingaþættinum og halda áfram að þeim dampi sem að ákvað hafði verið í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. En það var líka ljóst að það myndi þá þýða það að afkoma bæjarins yrði allt önnur heldur en var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 230 milljónir. Samanborið við jákvæða rekstrarniðurstöðu árið 2019 upp á 415 milljónir. En niðurstaðan halli á rekstri upp á 540 milljónir. Þannig að það 800 milljóna viðsnúningur á rekstri bæjarins frá áætlun og til ársreikningsins sem núna liggur hér fyrir. Og þetta raun og veru mjög svona keimlegt þeim sviðsmyndum sem að bæjarstjóri og fjármálastjóri kynntu á vormánuðum árið 2020 að líklegar væru að það gæti verið viðsnúningur á rekstri bæjarins frá 700 milljónum upp í milljarð. Þarna niðurstaðan tæpar 800 milljónir og þar svona stærsti þátturinn í því það að rekstratekjurnar eða sérstaklega útvarpstekjurnar ekki að skila sér í sama mæli og við áætlun eða bærinn áætlaði. Og kemur það fyrst og fremst tvennt til, annars vegar lægri laun í samfélaginu almennt vegna meira atvinnuleysins og minni vinnu vegna efnahagsástandsins og svo einhverju leyti minni íbúafjölgun heldur en að ráðgert hafiði verið. Þannig að rekstratekjurnar samtals 13 milljarðar en voru áætlaðir rúmur 13,3 milljarðar. Rekstrargjöldin eru líka hærri heldur en áætlað var. Áætlunin var upp á rúma 12 milljarða en rekstrarkostnaðurinn var í ársreikningi 12 milljarða 369 milljónir. Og þarna munar mestu aðeins hærri launakostnað og hærri annan rekstrakostnað og einnig líka hækkun lífeyrisskuldbindinga sem töluvert mikil miðað við þá áætlun sem fyrir lá. Þannig að rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir jákvæð upp á 638 milljónir samanborið við áætlun upp á 1300 milljónir rúmar og rekstrarniðurstaða eftir afskriftir án fjármagnstekna og fjármagnsliða jákvæð upp á 163 milljónir samanborið við áætlun upp á 883 og fjármagnsgjöld voru 687 milljónir hærri en áætlað var þau voru áætluð upp á 628 milljónir tekjuskattur tæpar 17 áætlunin var upp á rúmar 24 og þetta gefur þá okkar þessar ekstra niðurstöðu sem þá halli upp á 540 milljónir eins og ég nefndi áðan samanborið við áætlaða jákvæðar ekstra niðurstöðu upp á 230 milljónir. Og þetta svona í stærðstum dráttum skýringarnar á því. Ef við förum í sjóðstreymisyfirlitið, þá hér útleiðing á veltufé frá rekstri og þá sem sagt rekstra niðurstaða ársins leiðrétt miðað við reiknaðar stærðir.
Rekstrarniðurstaðan varð neikvæð upp á, eins og ég sagði, 540 milljónir. Það eru afskriftir hér upp á, sem leggjast á við, upp á 474 milljónir. Verðbætur upp á 359 milljónir og svo tap af sölu rekstrarfjármuna upp á rúmar 70 milljónir. Breyting á tekjuskatti upp á 10 og svo lífeyrisskuldbinding, hækkun hennar upp á 263 milljónir. Þetta útlegg sem þá veltu hér frá rekstri upp á tæpa 500 milljónir eða 494 milljónir samanborið við áætlun upp á 1156, þannig að það er töluvert minna fé sem að bæjarsjóður hefur til greiðslu afborgunar lána og upp í fjárfestingar. Og það sem endurspeglast þá í því að bæjarsjóður tók töluvert hærri lán, langtímalán heldur en ráðgert hefði verið, vegna þessa ákvörðunar að halda úti þeim fjárfestingum og þeim rekstri sem áður hafði verið ákveðið. Og ég held að hafi verið nokkuð góð samstaða það í bæjarstjórninni að halda þannig á málum á árinu 2020 og raun og veru á árinu 2021, því það er líka gert ráð fyrir töluverðum halla á rekstri bæjarsjóðs á árinu 2021 og ekki fari að snúast við fyrir árinu 2023 og 2024. Þá verið svona komið aftur sambærilegt ástand og var árinu 2019. Þannig að þetta þýðir það að allar þær framkvæmdir og rúmlega það sem að voru nú ansi miklar á árinu 2020 þurfti að fjármagna með lánum. En skoðum hérna þessi lykiltölurnar, þá sjáum við að skuldaviðmiðið er þetta rétt undir 100%, 99,8% hækkar frá árinu áður úr 84,7% upp í þessi 99,8% og það er náttúrulega vegna þess að það eru hærri lán tekin og minni tekjur en áætlað var, sem skapar þessa hækkun. Við erum samt á mjög góðu róli og góðum stað hvað varðar þessi skuldaviðmiði, því að þau mega vera 150% af tekjum ársins áður en að svona eftirlitsnefnd með fjármál og sveitarfélaga fer að blanda sér inn í málin. Og ég vildi nefna að hér að þetta veltufjárhlutfall, veltufé frá rekstri í hlutfalli og rekstrartekjum sem nefndi hérna áðan, er þá samkvæmt þessum tölum 3,8% af tekjum sem að var 10% í áætlun árið 2019 og auðvitað er þetta tala sem við viljum sjá hærri en meðvituð er með þessum hætti að reksturinn skil ekki meiru þetta árið heldur en raun ber vitni upp í afborganir lána og fjárfestingar. Og framleiðar hlutfallið að sama skapi lækkar úr 11,5% í 4,5%. Íbúaaukning heldur áfram, þó ekki alveg sama hraða og var áætlað. Íbúaaukningin árið 2019 var 5,9% en var áætluð var sem sagt 2020 3,9% og það heldur minni íbúafjölgun heldur en áætlan gerði ráð fyrir. Þannig að þetta er svona stórum dráttum niðurstaða rekstrarreikningsins. Hún er, eins og ég nefndi hér, töluvert verri en upphafleg fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Það eru augljósar ástæður fyrir því. Það hefði svo sem verið hægt að fá betri rekstrarniðurstöðu með því að fara í niðurskurð niðurskurð á þjónustu og hægja verulega á fjárfestingum. En eins og ég nefndi hér, þá var það sameiginleg niðurstaða bæjarstjórnar, það var ekki skynsamlegt í aðstæðum sem þessum og væri ekki til þess fallið að aðstoða fólk við þær aðstæður sem nú er. Nýja skynsamlegt fyrir rekstur bæjarins til lengri tíma. En bærinn stendur styrkum fótum. Hann hefur fjárhagslegt bolmagn bæjarsjóður til þess að standa af sér svona tímabundið affall og það náttúrulega skapast af því að hér hefur verið góður rekstur undanfarin ár og áratugi þar sem að afgangur hefur verið á rekstrinum og töluverður hluti af fjárfestingum, fjármagnur og rekstrinum sjálfum. Við því getum við tekið við þessu tímabundnu áfalli og það er nú allar líkur á því og ekki útlit til annað en
að núna strax á þessu ári fari nú hlutir að snúast til betri vegar. Þegar bólusetningu lýkur og atvinnulífið getur farið að starfa eðlilega og ferðamannabransi getur svona farið að hægt og sígandi að koma tilbaka. Og þess vegna gerum við ráð fyrir því í okkar langtímaáætlun að árið í ár líka verði rekið með halla og einhverju leyti líka árið 2022. Þessi snúist þetta við árið 2023 og verði komið í sama fara árið 2024. Og ef það gengur eftir og jafnvel betur þá lifir bæjarstjórinn þetta vel af. Þannig að ég vildi nú bara koma þessu hér á framfæri hér núna og gerir ráð fyrir því að forsetinn gefi síðan endurskoðanda bæjarins orðið og hann fari yfir endurskoðunarskýrslu. Já, takk fyrir þetta bæjarstjóri. Og við bjóðum velkomin Magnús Jónsson, endurskoðanda, sem ætlar að fara yfir svonefnda endurskoðunarskýrslu. Og gjörðu svo vel, Magnús Jónsson. Takk fyrir það. Ég gerir ráð fyrir að þið heyrið bærilega í mér ef þið gefið mér ekki önnur merki. Ég ætlaði að fara yfir svona helstu niðurstöður okkar vinnu í endurskoðunarskýrslunni sem að liggur fyrir þá í drögum og ég mun senda ykkur bara í framhald af fundinum. Við höfum svo þann háttinn á að við gefum hann út endanlega bara samhliða áritun og endanlegri afgreiðslu reikningsins sem þá áformuð 20. og 1. apríl ef ég skil ykkur rétt. Ársreikningurinn eins og bæjarstjóri kom inn á og var tekin til fyrri umræðu í bæjarráði á 30. mars ef ég man rétt og vísa þá áfram og jafnframt birtur í Kauphöll en að öðru leyti þá hann til þá fyrri umræðu hér í dag og það hefur ekkert breyst í þessu efni frá fyrra ári varðandi afgreiðslu eða annað sem tengist svona formlega heitunum í kringum reikningin. Aðeins bara hnykkja á við ykkur að skýrsla áritun bæjarstjóra og bæjarstjórnar er hefðbundin. Það er ein málsgrein sem kemur hér inn sem tengist COVID og það er gert ráð fyrir því að fjalla sé áhrif COVID-19 á fjárhags og rekstur félaga, þar á meðal hlutafélaga og það er gert bara hér með almennum hætti í skýrslu bæjarstjórnar og vísa svo í skýringu 21 þar sem svona fjalla nánar áhrif faraldursins sem auðvitað margvísleg á sveitarfélögin. Haraldur búinn að fara ágætlega yfir svona þessar stóru tölur áritun endurskoðenda eins og verið hefur undanfarin ár, hún kemur bara inn við síðarumræðuna við en það fyrirhugað eins og kemur fram í skýrslunni á eftir að hún verður bara fyrirvaralaus og hefðbundin. Eins og áður segir þá fór bæjarstjóri ágætlega yfir svona stóru tölunar í þessu þannig ég ætlaði nú bara svona að skauta á því stærsta, bara hnykkja á því að þessi framsetning bara óbreytt með við fyrri ár. Þeir sem sátu í bæjarráðsfundinum daginn fengu þetta ítarlega kynningu á þessu en ásetningu 2020 áætlun með viðaukum eins og hún stóð áramótin og ásetningur fyrra árs eru hér settir fram að hluti hér fyrstu 3 dálkarnir og svo A og B hluti samantekin. Rekstrarniðurstaðan auðvitað eins og þið þekkið lakari en áætlanir gerður ráð fyrir og því eru bara skýringar sem liggja fyrir, skatttekjur undir væntingum, aðrar tekjur svona í takt við væntingar heldur betri en svo eru þetta launaliðurinn þungur og skýrist auðvitað af mörgu launahækkunum, meira umfangi í starfsmannafjölda vegna bara meira umfangs í rekstri sveitarfélagsins og svo vega þarna inn þyngra en kannski áætlanir gerðir ráð fyrir bæði hækkun og lífeyrisskuldbindingu sem bara almennt hjá sveitarfélögunum í landinu, tengist auðvitað bara launaþróun og svo eru orlofsskuldbindingar líka vega þyngra inn í reksturinn almennt hjá sveitarfélögunum, bæði vegna aukinna réttinda starfsmanna og hækkun á launum auðvitað í tengslum við kjarasamningshækkanir og svo eru auðvitað frístaka heldur minni almennt en kannski í svona venjulega árferði og þar gætir auðvitað áhrifa COVID.
Þannig að það eru svona ástæðurnar sem við sjáum og eru svona í takt við það sem við erum að sjá bara annars staðar líka. Þannig að heildar rekstrargjöld eru hérna upp á 12,4 milljarða, tekjur upp á 13, þannig að rekstrarniðurstaðan fyrir fjármagnsliði og afskriftir eru 640 milljónir. Við sjáum að það lækkar umtalsvert bæði með við áætlanir og fyrra ár. Fjármagnsliðir eins og bæjarstjóri kom inn á tæpir 700 milljónir í fjármagnsgjöldum frá fjármálatekjur. Tekjuskattur eru allir í hitaveitu upp á tæpar 17 milljónir og rekstrarniðurstaðan eins og fram hefur komið neikvæð 540 milljónir. Heildar eignir sveitarfélagsins, og það bara eins og í takt við það sem fram hefur komið, það hefur ekkert verið dregið úr framkvæmdum eða uppbyggingu, þær hafa verið í samræmi við þær áætlanir sem lágu fyrir og það speglast auðvitað í heildar eignum. Þær eru farnar að nálgast 24 milljarða, 23,7 milljarðar í árslok 2020, samanborið við 21,3 í árslok á fyrri ári. Og eðli málsins samkvæmt þá eru þær að langstærstum hluta langtíma eignir sem að sveitarfélagið á og nýtir til sinnar starfsemi og til að sinna sinni þjónustu. 22 milljarðar af þessum 23,7 eru langtíma eignir, stærsti hlutin eru varanlegir rekstrarfjármunir, en svo eru hér eignarhlutir í félögum, langtíma kröfur og fleira sem eru hér upp á 800 milljónir. Veltufjármunir, það eru þeir fjármunir sem eru innleysast á næstu 12 mánuðum, eru hérna 1600 milljónir og eru bara í ágætum takti við fyrra ár. Þið sjáu hér aðrar skammtímakröfur, kannski rétt að hnykkja á því, eru hærri upp á 120 milljónir. Hér liggur inni framlög til betri samgangna sem í hérna hluti af samgöngusáttmála. Það fjallað þetta eins í skýringunni. Upphaflega var gert ráð fyrir því að þetta væri þá eignfærð sem gatnagerðar framkvæmdir eða færi inn sem eignarhlutur í þessu óhagfélagi sem búið að stofna. En áramótin var ekki búið að taka endanlega afstöðu til þessa máls og raunverulega ekki búið enn. Þannig það var bara samanefnd niðurstaða hjá fjármálastjórum og endurskoðendum sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að færa bara þessar greiðslur inn í verkefnið sem kröfu á betri samgöngur OHF þar til að það myndi skýrast og það skýrir þessa hækkun hér á milli ára að stærstu leyti. Að öðru leyti þetta bara í ágætum takti. Nú á skulda á eiginfjárhliðinni, þá eiginfjárreikningurinn að breytast afkomu ársins að frádregnu endurmati lóð og lendna sem bara í hefðbundnu farvegi á milli ára. Þið sjáið svo að skuldbindingar eru tæpir 2 milljarðar, 930 milljónir, liggur að stærstum hluta í lífeyrisskuldbindingunni sem að hækka og skýrir gjaldfærslu áhrifin í rekstrarreikningnum. Þetta þá bara uppreiknuð skuldbindingar sem hún liggur eða stendur í árslok, tæpir 900 milljónir segi ég. Tekjuskattsskuldbindingin í hitaveitinu og eru raunverulega bara frestaður tekjuskattur, sá hluti skattin sem hefur ekki komið til greiðslu. Og svo eru það langtímaskuldirnar, þær eru þá orðnar 12 milljarðar og þarna speglast eins og bæjarstjóri segir að uppbyggingin sem hefur á sér stað hefur á stórum hluta verið fjármögnun með langtökum. Þannig að 12 milljarðar í árslok langtímahlutin, skammtímahlutin, sveitarfélagið með yfirdrátt upp á 250 milljónir í árslok, hefur til viðbótar opna lánalínu upp á milljarð til viðbótar í skammtímafjármögnun og lánslofur frá lánasjóði sveitarfélaga upp á tæpa 3 milljarðar í marri, þannig að fjallaðum þetta í skýringunni hér á eftir, þannig að rekstrarhæfi og greiðsluhæfi og fjármögnun og þeirri uppbyggingu sem fyrir séð ágætlega tryggð á okkar mati. Næsta árs afborganirnar eru þá 1100 milljónir hér pluss leiguskuldirnar. Það þá það sem þarf að standa strauma frá ári til árs með gildandi lánasamninga og svo það skammtíma skuldir sem eru þá launagjöld og annað sem ógreitt í árslok og tengist bara umfangi þeirra leiða og skýrir hækkun á milli ára. Þannig skuldir og skuldbindingar í árslok 2020 eru þarna 16,8 milljarðar króna. Nú bæjarstjóri var líka búinn að fara svona tæpa aðeins á stóru tölunum í sjóðstreyminu og það er eitthvað sem við svona drögum nú upp í þessari yfirferð sem svona kannski gleggsta mælikvarðan á því
hvernig reksturinn að hreyfast á milli ára og það þetta kemur bara best í ljós svona þessi áhrif sem þetta ástand að hafa á reksturinn og þetta umverulega bara í svona ágætum takti við það sem við erum að sjá svona víðast hvar. Það auðvitað dæmi um betri afkomu sveitarfélaga en það skýrist þá af svona einhverjum sérstökum aðstæðum. Almennt er þetta það sem við erum að sjá en þið sjáið að veltu fyrir rekstri, það þeir fjármunir sem að verða til í rekstri sveitarfélagsins, þeir búið að greiða allan kostnað og greiða alla vexti, þá er reksturinn að skila tæpum hálfum milljarði í veltufé. Og það er svona til langs tíma það sem við erum þá að horfa á með við óbreytt ástand að sveitarfélagi væri að skila. Til samanburðar gerði þeir áætlun ráð fyrir tæpum 1200 milljónum sem í sama takti og við vorum að horfa á í fyrr. Svo hafa skammtímaliðir innan ársins áhrif, þeir taka til sín 173 milljónir sem eru þá bara ýmist frestanir að uppgreiðsla á skammtíma skuldum eða kröfum og greiðsla lífeyrisskuldbindingar eru hérna 71 milljón sem greitt af skuldbindingum. Þannig að þegar þetta tekið tillit til þessa þá handbært fé frá rekstri í árslok 2020 321 milljón og það raunverulega það sem sveitarfélagi hefur til fjárfestinga og til að greiða af lánum og leiguskuldum. Þessum fjármunum öllum ráðstafað til fjárfestinga. Fjárfestingarnar eru, eins og bæjarstjórinn nefndi, bara í þokkalegum takti við áætlunina og meira að segja gott betur. 2,4 milljarðar að fara í fjárfestingar. Það seldar eignir upp á 83. Það óverulega breytingar hjá eignarleitum í félögum og afborgunum á langtímakröfum sem hafa jákvæð áhrif. Þannig að fjárfestingar hreyfingarnar sama teknar eru 2,4 milljarðar sem samantekið fyrir árið 2020. Og þeim mætt þeirri fjármögnun sem þessar fjárfestingar skapa mætt með lántökum og það tekið langtíma lán bara í samræmi við áætlanir upp á 3,5 milljarð. Skammtíma skuldir eða yfirdráttur lækkaður um 550 milljónir og svo greitt að lánum og leiguskuldum upp á tæpar 900 milljónir. Þannig að jákvæð áhrif af fjármögnunarhreyfingum eru rétt rúmir 2 milljarðar. Þannig að hann bara því að breytast óverulega á milli ára. Hækkum 16 milljónir var 15,5 í upphafi og svo eru þessi 31,9 í lok árs. Þannig að það bara í takt við svona fjárstreymis áætlanir sveitarfélagsins og eins og ég nefndi áðan þá sveitarfélagið mjög vel fjármagnað til skamms tíma til að mæta svo sveiflum í greiðslum og öðru. Þannig að og það auðvitað fókuspunktur hjá okkur svona í þessu árferði að tryggja það að rekstrarhæf og greiðsluhæfi sé í lagi. Síðan taka bara við hér hefðbundnar skýringar sem ég ætla svo sem ekki að fara djúpt í og það er ekkert nýtt í því. Bara bendi á að ég nefndi áðan með laun og tengd gjöld að svona umfang í rekstrinum er að aukast hvað varðar starfsfólk og það auðvitað bara tengist nýjum stofnunum og svona auknum umsvifum í þjónustunni. Þið munum svo fá í framhaldinu líka sundurliðanabók hefðbundna sem tekur þá á málaflokkum og deildum og öðru sem eru raunverulega ítalegri upplýsingar en settar eru fram hér í skýringu 7. En mér langar bara að vekja aðeins athygli á umfjöllun þessa 51 milljón sem fara inn í betri samgöngur. Bara hnykkja á því að í áætlun sveitarfélaga almennt var gert ráð fyrir að þetta væri hluti af framkvæmdum, það fjárfestingum í gatnamannvirkjum og Mosfellsbær fór bara eins með það í sinni áætlun eins og önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. En niðurstaðan var sú að þetta stendur allavega yfir áramóti sem krafa og það gert bara svona samræmd grein fyrir því hér. Svo auðvitað skuldbinding sem fylgir þessum sáttmála sem svo fjallað síðar í reikningnum. Mér langar líka að hnykkja á við ykkur að varðandi fjármögnunina það er fjallað lánamálin hér í skýringu 16. Þar á meðal aðgangi að skammtímaskuldum sem er okkar mati mikilvægt að gera glögglega grein fyrir og það var eins og ég nefndi áðan að sveitarfélagið hefur aðgang að tæplega 3 milljarða eða 2,8 milljarða lánalínu
varðandi langtímafjármögnun og svo skammtímafjármögnun í formi yfirdráttar upp á tæpar 1300 milljónir sem var búið að draga 250 milljónir á í áramótin. Svo hér fjallað önnur mál hér í lokin, það fjallað COVID-19 hér á skýringu 21 og svona almennt þau áhrif sem að faraldurinn hafði á rekstur sveitarfélagsins, sem að voru þetta í einhverju tilfærslu á þjónustugjöldum og endurgreiðslum, frestun á gjalddögum og svo framvegis, og svo þetta hafði þetta áhrif á gjaldahliðinni jafnframt og bara eins og almennt hefur verið í rekstri sveitarfélaganna. Svo fjallað hér önnur mál sem að viðeigandi að fara yfir og svo sem ekki að fara djúpt í það, en hér neðst svo fjallað betri samgöngur eins og ég nefndi og þessa skuldbindingu sem þá felst í þessu samkomulagi, sem eru þá einhverjar 780 milljónir á þessu yfir þetta 15 ára tímabil sem að og þetta vel bara samræmd nálgun á milli sveitarfélaganna á svæðinu. Síðan eru hér bara hefðbundnar lykiltölur. Ég kannski vek athygli á því að það er ein breyting frá reikningnum sem fór fyrir bæjarráð, það var uppfærsla hér á íbúafjölda í desember. Það var áætluð tala hér fyrir 2020, henni hefur verið breytt, þannig að nú erum við komið með staðfesta tölu. Og það hefur ekki önnur áhrif með þau að þessar kennitölur í þúsundum króna per íbúa, þær breytast í samræmi við þessa breytingu hér. Þannig að staðfestur íbúafjöldi í árslok eða 1. desember 2020 voru 12.565. Þetta var raunverulega reikningurinn og ég sjálfsögðu tilbúin að svara spurningum hér eða á milli umræðina eins og þið þekkið, þið hafið auðvitað aðgang að mér eins og þið teljið þörf á. En mér langaði aðeins að bregða hér upp endurskoðunarskýrslunni. Hún svo sem bara sambærilega á milli ára fyrir utan að kannski að svona endurskoðunarfókusinn aðeins orðin skarpari. Einhverjum myndi nú segja að það væri ekki til bóta, en það nú eins og það við hún kannski að minna kannski talnaefni í henni og við vísum bara meira í ásetningin sjálfan, en auðvitað eftir sem áður skýrslunni beint til bæjarstjóra, stjórnar segi ég, og henni svo sem ekki ætlaður annar tilgangur en að vera bæjarstjórn til upplýsingar og eftir atvikum ef að þarf að koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri og til að skýra einstaka liði. Og að því að við erum í þessu umhverfi, það eru 2 umræður og hinn endanlega afgreiðsla fer ekki fram fyrir en við síðar umræðu þá erum við með skýrsluna bara í drögum þó að hún sé í raun endanleg nema eitthvað sérstakt komið upp á milli umræðna, og eins og ég nefndi áðan þá fáið þið hana bara senda hún í framhaldi af fundinu. En bara aðeins til að hnykkja svona helstu niðurstöðum. Það er engar ábendingar sérstakar sem að koma fram í skýrslunni sem eru þess eðlist að þeir eigi heima hér inni. Við erum bara með hefðbundnar veikleikaskýrslur sem við köllum það, bæði vegna niðurstaðna á stjórnsýsluendurskoðun og svona almennum athugasemdum sem að koma upp í okkar yfirferð. Og það er ekkert nýtt í því. Það viðvarandi veikleiki sem snýr að starfaaðgreiningu og svona aðgangi að kerfum sem að stjórnendur eru meðvitaðir en snýra að svona hagkvæmnisástæðum að þeir eru hafðir opnir. Þau mál eru bara skoðuð árlega og staðfest að það sé ekkert óeðlilegt við það, en okkur ber samt að flagga veikleikanum árlega eins og þið auðvitað þekki sem hafið setið þessa fundi áður. Að öðru leyti eru áherslurnar snúaðar að innra eftirliti og sniðgöngu stjórnenda og eftirliti, og það kannski helgast að því að við erum farin að beina skoðun okkar frekar að fjárhagsupplýsingakerfunum og svona virkni þeirra og öllu þeim upplýsingu sem að þau geyma. Þannig að það auðvitað svona hjartað í þessari öllu þessu utanumhaldi í gegnum fjárhagsupplýsingakerfin. Við erum farin að beita svona greiningar tólum á þau kerfi og getum náð þarlega út mjög miklum og góðum upplýsingum varðandi færslugang, hverjir að koma málum, nákvæmni og öðru slíkum. Þannig að það áhersluatriði. Stjórnsýsluskoðun auðvitað lögbundin og áhersluatriði. Við auðvitað horfum á áhrif þessa heimsfaraldur, kannski helst út frá svona rekstrar- og greiðsluhæfi,
hvort að áætlanir eru raunhæfar, hvort að menn eða sveitarfélögin hafa nægan aðgang að fjármagni til að standa við þau áform sem þau hafa uppi og svo framvegis. Og svo þá önnur atriði sem fjallað hér á eftir. Lykilþættir eða svokallaður key audit matter sem okkur ber að fjallum í áritun okkar ef viðeigandi eru engir sérstakir á árinu 2020, ekki frekar en undanfarin ár. Það var engir óleiðréttir mismunir komið fram sem þykir rétt að flagga. Allt sem upp hefur komið hefur þá bara verið lagfært samhliða. Umfang endurskoðunar eru þannig að það allt sem undir í okkar skoðun. Og svo erum við hér bara með ófrágengin mál, þar að segja þau mál sem verða afgreidd við síðar við hnykkjum bara því að þá afgreidd þessi hefðbundnu mál sem loka útgáfa endurskoðunarskýrslu, undirritanir og svo framvegis sem verður þá 21. apríl. Síðan eru bara þessi svona atriði sem okkur ber að upplýsingar og ég ætla svo mikið að fara djúpt í þetta, okkur ber að upplýsingar mikilvægismörk sem okkur ber að reikna okkur. Þau eru reiknuð út frá umfangi rekstrarins og við notum meðaltekjur yfir 3 ára tímabil til að áætla svona umfangið og reiknum svo út hvað lesandi reiknisins og þar af leiðandi endurskoðandi myndi sætta sig við háa skekkju ef að til kæmi. Og skekkja getur bæði falist í mistökum eða líka ágreiningum matsliði eða eitthvað slíkt. En í árslok 2020 engar slíkar skekkjur. En við myndum sætta okkur við, eða teljum að lesandi myndi sætta sig við allt að 120 milljón króna skekkju uppsafnar í reikningsskilunum, 90 milljónum á einstaka liði og 6 milljónum á einstakar færslur. Þannig að En það svona, þetta nú kannski tæknilegt atriði, en tek það fram að það engar slíkar skekkjur í ársreikningi 2020. Umfangið hér bara staðfest, það allir sjóðir undir í okkar vinnu og síðan koma bara þessi áhersluatriði hvert af öðrum. Við hnykkjum hérna á þessum veikleika sem snýr að aðgangsheimildum og eru vel bara sambærilegur á milli ára og ekkert nýtt í því. Staðfestu jafnframt að hann hefur ekki haft neinar afleiðingar að árinu, þar að segja það engar athugasemdir sem tengjast þessum veikleika en við flöggum því bara hann sé til staðar. Sama á við mögulega sniðgöngu stjórnenda, við okkur ber að hafa sérstakann fókus á lykilstjórnendum sem í þeirri stöðu að geta átt við fjárhagsupplýsingar og þess vegna skoðum við sérstaklega allar færslur og allt umfang sem tengist þeim og staðfestum bara að það engar vísbendingur neitt sem tengist sniðgöngu þeirra. Stjórnsýsluskoðun hefðbundin og við höfum skilað á okkur skýrslu sem tengist því með ábendingum en engin af þeim með þess eðlis að hún eigi heima í endurskoðunarskýrslu okkar. Hérna, afsakið Magnús, afsakið, skýrslan það virðist vera frosin glærarna hjá þér. Við erum ennþá stödd bara neðst í reikningum. Takk fyrir þetta, ég bara skal deila hérna aftur. Já, þarna kemur það. Sjáu þið þetta núna? Já. Ég bið ykkur afsökunar á þessu, það svo að það frosið hjá mér, glæran. Já, þetta voru niðurstöðnar sem ég var að fara hérna yfir áðan. Mikilvægismörkin sem við vorum þá búin að fara yfir, þetta svo sem útskýrir sig þannig sé nokkuð sjálft. Umfangið sem ég nefndi að fullu, það allt undir í okkar vinnu í þessum samstæðu eða samanteknu reikningsskilum. Þetta eru þá fjárhagskerfin sem ég nefndi, veikleikinn sem við flöggum en hefur engin áhrifin á árið 2020, sniðganga stjórnenda og svo hér stjórnsýsluskoðunin og okkar ábendingar tengjast henni sem ekki verulegar eða alvarlegar og síðan eru þá þessi liðir sem þá taka við förum þá bara yfir vinnu okkar við einstaka liði reikningsins og gerum grein fyrir niðurstöðum okkar sem eru án undantekninga athugasemdalausar. Það ekkert sérstakt sem hefur komið fram sem við gerum athugasemdir við. Við förum hér yfir lánasamningana, þið eru þetta með þessi fjárhagsskilyrði í eitthvað lánasamningum sem öll eru uppfyllt í árslok, þannig að það engar athugasemdir tengjast þeim. Fjöllum hérna bæði lánskjör, vexti sem auðvitað falla á og reiknast til skuldar
á milli gjalda og svo framvegis og vísum svo bara í skýringarnar eftir sem við á í reikningum. Þannig að þetta á að tengja sig ágætlega saman inn í talnaverkið. Síðan tekur hér við ítarefni, það eru hér upplýsingar sem okkur ber að fara yfir með bæjarstjórn og það svo sem bara hefðbundið. Hér eru ákveðin atriði sem okkur ber að upplýsa ykkur og staðfesta við ykkur að séu í lagi og athugasemdalaus og það hér gert. Ég ætla svo sem ekki að fara yfir þau öll en það engar athugasemdir sem tengjast þessu. Við staðfestum óhæði okkar í þessu og að það við höfum uppfyllt allar óhæðisreglur sem snúa að endurskoðendum. Og upplýsingum hér þau samskipti sem að hafa átt sér stað á endurskoðunartímabilinu, þær skýrslur sem að hafa farið á milli og hverjir hafa átt í hlut og endur svo á því að fara hér yfir að það sé gert ráð fyrir því að árita ársreikninginn í apríl 2021. Þannig við hafið það til upplýsingar. Svo bara hér hefðbundið fyrirvari sem lítur á því að skýrslum auðvitað beint til bæjarstjórnar. Við höfum þess að ekki gert neina athugasemdir þó hún fari í frekari dreifingu en bara við höldum þessari ábendingu okkar að skýrslun hún er ekki sett fram í þeim tilgangi að fara í almenna dreifingu heldur að vera vettvangur til bæjarstjórnar. Förum aðeins yfir breytingar í vændum svona sem ítarefni. Það eru fyrirséðar breytingar á reglugerð 12 frá 2015 sem að lítur að svona samstarfsverkefnum og félögum sem að sveitarfélög eru þáttakendur í og það verið að boða það að þau þurfa að taka slík verkefni inn í samstæðureikningsskil sín og það getur auðvitað haft talsverð áhrif sem það á sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu þar sem eru stór samstarfsverkefni í formi vegna almenningssamgangna, vegna sorpmála og svo framvegis. Þannig að það svona eitthvað sem að þarf að taka tillit til alveg klárlega þegar mann fara að horfa á fjárhagsáætlanir fyrir árið 2022. Þannig að það svona aðeins verið að hnykkja á því við ykkur. Og síðan koma hér viðaukar sem kannski þessi svona hefðbundnu viðaukar sem við höfum haft og eru svona talna efni sem við drögum saman og kannski lítur svolítið að fjármálareglum sveitarfélaga og svona rekstrarhæfis málum og svona hvernig menn að horfa á næstu ár sett í samhengi við þær fjárhagsáætlanir sem að þið hafið samþykkt og afgreitt. Og við höfum bara stillt upp þessari hefðbundu töflu og þetta tónar ágætlega við það sem að bæjarstjóri fór yfir hér áðan. Að rekstrarniðurstaðan 2020 eru auðvitað bara í takti við það sem menn voru kannski að búast við og svona gera ráð fyrir með við ástandið í samfélaginu. Sama á við áætlun 2021 og svo byrjar þetta snúast við árinu 2022 og sá viðsnúningur heldur svo áfram út á áætlunum tímabili. Þetta þýðir auðvitað það að veltufé frá rekstri er ekki að standa undir afborgunum þeirra skuldbindinga sem að sveitarfélagið hefur tekið á sig og það eru auðvitað þyngjast eftir því sem lántaka eykst og þess sést auðvitað staður hér í afborgunum lána og leiguskulda eftir því sem líður á áætlunum tímabili. Þannig að þá verður greiðslu þörf eða fjárþörf sem eins og við sjáum þetta fyrir okkur er bara tímabundið ástand og þarf auðvitað að vera tímabundið ástand en við gerum engar athugasemdir við það þó að það sé lagt upp þannig og að mörguleyti er það bara eðlilegt og skynsamlegt. Uppsöfnun fjárþörf eru þá það sem þarf að standa undir til að greiða sérst af lánum og leiguskuldum og það í lok áætlunartímabilsins eru 1300 milljónir og svo bætast við þá fjárþörf vegna fjárfestinga eins og þær liggja hér í áætlunum. Þannig að saman tekin fjárþörf yfir tímabilið eru 7,3 milljarðar. Og það ágætt að setja þetta í samhengi við þá skuldastöðuna eins og hún verður þá í lok tímabilsins og þá skuldaviðmið eins og reglugerðin segir til og eru það þau svona lögbundnu viðmið sem þarf að horfa til. Og þið sjáu það að skuldaviðmiði það er þarna í kringum 100% þegar ég hæst í 112%, endareikni 91 og það þó hafa það auðvitað í huga að tekjugrunnurinn sem er verið að reikna skuldahlutfallið hann er að hækka samhliða yfir tímabili sem skýrir auðvitað að þó að heildarskuldirnar sé að hækka þá lækkar skuldaviðmiðið.
Síðan horfum við hér á rekstrarjöfnuð til 3 ára og það er auðvitað eitthvað sem við þurfum aðeins að huga að sem sagt, rekstrarjöfnuðin er neikvæður hér fyrir A og B hlutann á árabilinu 2019-21 og svo áfram sem skýrist bara hallarekstri ársins þá í ár og áætluðum hallarekstri næstu 2 ára og svo verður þá viðsnúningur yfir þetta tímabil. En það er ágætt að hafa líka í huga að þessar fjármálareglur hafa verið teknar tímabundið úr sambandi þannig að það mun ekki reyna á þær fyrir að sú ákvörðun mun ganga tilbaka. Þannig að framleiða hlutfallið er hér 11% á árinu 2020 og er gert ráð fyrir bara svipuðum takt í því út áætlunartímann. Hér þá skulda hlutfallið sem þetta hreina hlutfall rekstrartekna og heildarskulda sem þá hér í kringum 130% í árslok 2020 og fer hér hæst í 136% 2022, það lækkar svo áfram. En skuldaviðmið hins vegar þetta leiðrétta skuldahlutfall, þar sem búið að taka tillit til meðal annars lífeyrisskuldbindinga og fleiri þátta. Og það svona kannski það viðmið sem er í reynd horft til í þessu. Og það þá eins og áður segir að dansa hérna í kringum 100% samantekið. Síðan hér í lokin bara erum við með glæru sem fóru á ykkur líka í kynningunni sem við sendum ykkur fyrir einhverjum vikum og lítur á þessari nýju reglugerð sem tengist endurskoðendum einingar sem tengjast hagsmunum, svo kallum public interest entities og sveitarfélög með skráð skuldabréf falla þarna undir og þar að leiðandi eru ýmsar takmarkanir á endurskoðendum og svona samningum við endurskoðendur sem að þið þurfið að fara að huga á næstu árum. Þið eru með skráð skuldabréf til ársins 2050 ef ég man rétt eða rétt þar fram yfir, þannig að ef ekkert breytist í regluverkinu þá munu þessi ákvæði fara að hafa áhrif á ykkur á næstu árum. En að öðru leyti þá þessi skýrsla bara til umræðu og auðvitað erum við að sjá þetta bara í fyrsta skipti, þannig ég mun senda ykkur hana í framhaldi af þessum fundi eða hún mun fara bara inn í fundagátt og þið hafið þá tök á því að kynna ykkur hana og geti verið í sambandi ef eitthvað en annars gert ráð fyrir að hún verið lögð til afgreiðslu með formlegum hætti við síðar umræðu. Já, þakka fyrir þetta Magnús og eins og hann sagði þá verður hann send okkur bæjarfulltrúum eða sett hérna á fundagáttina og síðan verður seinni umræða eftir 2 vikur. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá, hvort sem það sé spurningar til bæjarstjóra eða Magnúsar endurskoðanda. Bið ykkur að skrá ykkur hérna inn á spjallið, það nú þegar komið eitt hérna mældaskrána, það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Já, takk fyrir. Ég þakka bæði bæjarstjóra og Magnúsi Jónssoni fyrir þessar skýringar. Nú, ég ætla nú bara svona leyfa mér að fara örlítið líka yfir þetta. Ég ætla nú að ræða svona þessa helstu punkta sem að mér finnst athyglisverða og í raun og veru var þetta ekkert af þessu fyrirséð nema að það yrði talsverður halli. Hversu mikill yrði, það var algjörlega óvíst. En við byggjum alltaf á fortíðinni þegar við leggjum að stað inn í erfiðleika eins og þessa og það kannski fortíðin sem að hitta okkur enn og aftur. Það há skuldastaða, það talsverð viðsnúningum yfir áætlanir sem að við vissum að yrði viðsnúningur en hann virðist allavega á A-hluta að vera upp undir 666 milljón og B-hluta umtalsverður eða 770 milljónum sýnist mér við áætlun. Nú, þegar litið á þetta þá sér maður í sjóðstreyminu sérstaklega að það nánast öll afborgun af langtímalánum greidd með nýju láni.
og það virðist hafa verið ekkert svo sem nýtt, það virðist vera að tíðkast núna með áætlunum síðustu ára, þetta er svona 800 til 900 milljónir sem verið að greiða upp með nýjum lánum af afborgunum langtímalána. Þetta er svona endurspeglar líka þetta sem Magnús Jónsson benti á. Svo vil ég nú benda á einnig að í glæri 32 í endurskoðunarskýrslunni sem Magnús var að birta, þá hann að ræða skuldahlutfallið án reglugerðarinnar sem ég gerði í fyrra og voru gerðar miklar athugasemdir við hálfu bæjarstjóra að ég skyldi hafa vogað mér að fjalla það með þeim hætti. En ég fagna að endurskoðandinn hafi nú svona farið sem leið og ég að benda á það og svo sýna hitt sem var með við reglugerðina. Því að í raun skuldirnar eru á endanum alltaf með öllum skuldum, þó að það sé einhverjar tilslakanir til sveitarfélaga frá hinu opinbera með reglugerð. Nú, það sem mig langar að árétta í þessu einnig ég sá þessa talsverðu aukningu í launum umfram áætlanir og ég vek athygli á því að ég hef nú haldið að lífeyrisskuldbindingahækkunin hafi nú átt að sjást og vera í áætlunum. Það eru mjög miklar. Þannig að spurningi mín kannski bæði til endurskoðandans, já, ég bara til endurskoðandans þá, hvað það sem að hefur yfirsést í þessu, vegna þess að lífeyrisskuldbindingar eiga að vera svona, maður ætti að sjá það fyrir í áætlunum. Nú, ég sá að það fjölgaði stöðugildum og ég reiknaði með hækkunni, þetta er svona meðal launin á mánuði 600.000 með þessi hækkun á launaþáttunum. Ég ætla bara að fá aðeins aukna skýringu hvað störf þetta eru. Ég nú ekki að spyrja nákvæmlega en þetta er talsvert fjölgun starfa og hvaða störf þetta eru og hvort að lífeyrisskuldbindingarnir hafi dreifst eitthvað jafnt eða hvort þetta sé einhverju ákveðnir starfshópar. Nú, ég enn og aftur að benda á, þó að það hefur verið reynt að útlista lengi fyrir mér að önnur rekstrargjöld eru þarna í ásetningnum ekki sundurliðað með skýringu. Og það margir búin að reyna að hafa ofan af fyrir sér með því að útskýra það að þetta sé eðlilegasta mál. Og þá ég við þessa 5,1 milljarð sem enga skýringa við í rekstrargjöld. Og þegar maður lítur á endurskoðunarskýrslu og það sem Magnús er að fjalla þá langar mig líka að fá hann til þess aðeins að svara því. Þetta liður sem að fara upp um 70 milljónir. Og þegar ég ljósi þess að við erum aðeins að skila handbæru fé til næsta árs rétt hvað er þetta 16 milljónum með við sjóðstreymið á B-hluta og það bætist á við frá fyrra ári 15 milljónir, þannig að handbært fé árslok er 31 milljón. Þannig að þá fer maður að horfa í þetta að vilja fá að vita meira og auðvitað fáum við sem bæjarfulltrúar en þetta er svona fyrir lesandann sem hinn almenni borgari. Nú, ársreikningurinn að sýna vissulega jákvætt veltufjárrekstri en eins og Magnús kom réttilega inn á að þá þetta ekki að hafa upp í afborgunarlán. Og við erum að sjá að viðsnúningurinn í rekstrinum til þess að ná þessu tilbaka með einhverjum hætti á sér stað að öllu óbreyttum með vexti einhverjum og einhverjum leiðum þar sem að þetta hressist við, þá að þetta koma tilbaka 2024 með þessu áætlun. En þá spurningin líka þessi þó við séum í COVID ástandi og það væntanlega geti lagast, þá spurning minn kannski til endurskoðandans þessi eru þessar áætlanir of brattar eða miðast þetta alfarið við að við náum vopnum okkar til dæmis í ferðaiðnaði tilbaka
á sama ról og var fyrir 2019, þarna 2024, eða hvaða liðir eru það sem eiga að hressast og þessi viðkvæmu þættir sem að snúa að öðrum hluta rekstrar bæjarins geta til dæmis verið nýir NPA-samningar og dómur nýfallinn í því og það er ekki fyrir séð hvernig það endar. Nú í annan stað eru það aðrar kröfur á sveitarfélög sem eru mismunandi eftir sveitarfélögum. Það er til dæmis endurnýjun lagna, ég hef bent á það áður. Skýrsla frá Mannviti á sín tíma benti á gríðarlega þörf á endurnýjun. Við höfum eitthvað verið að endurnýja en það er svona þessi áhættuþættir sem er virkilega að hugsa til sem að vissulega geta breytt öllum áætlunum. Þannig að ég vil kannski fá Magnús aðeins til þess að hreyfa við því og segja svona hvað hann sér í þessu efni. Annars vil ég þakka fyrir þessa vinnu og þakka starfsmönnum fyrir að hafa aðstoð við þetta og KPMG hafa unnið þetta. Já, þá ætla ég að gefa þér, Magnús, orðið aftur. Það voru þarna ýmsar spurningar sem að Bævitur Sveinn Óskar lagði fram. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég vona að ég vil ná þessu niður. Þið komið þá bara aftur tilbaka að vera eitthvað sem að bara kannski fyrst þú nefnir með lífeyrisskuldbindinguna og svona fyrirsjáanleikann í henni, hvað var það fjárhagsáætlanir, það er auðvitað eðlilegt að menn svona velti því upp, hvort það sé ekki hægt að ná betur utan hana og svona fyrirsjáanleikann í henni. Ég vildi að ég geti sagt að svo ætti að vera því að það er svona hljóma nú eins og það ætti að vera þannig, en það er því miður alls ekki þannig að þú horfir á bara sveitarfélögin hér yfir landi, þá eru menn iðulega að undirskjóta þessar lífeyrisskuldbindingar og það skýrist kannski aðalega af svona þessum lífslíkum og svona því reikniverki sem snýra því sem að menn svona virðast ekki vera að ná utanum í þessum vísitölum sem menn eru að nota til að áætla skuldbindingarnar fram á við. Og þú sér kannski að við rýnum í skuldbindingarnar þá eru sem sagt gjaldfærslu áhrifin eða rekstra áhrifin að henni að fara einhverjar milli 70-80 milljónir yfir áætlun en sem sagt greiðslu áhrifin það sem verið að borga af henni eru raunverulega undir. Það var gert ráð fyrir að það væri greitt af henni 85 milljónir samkvæmt áætlunum en það er bara greitt af henni 71 milljón. Þannig að við getum sagt að greiðslu áhrifin eru undir væntingum en rekstra áhrifin eru yfir. Þannig að varðandi nýja starfsmenn þá er þessi lífeyrisskuldbinding bara þessi gamla B-hluta skuldbinding sem raunverulega lokaður pottur þannig að það bætast engir nýir rétthafar inn í hana. Þannig að og þess vegna líka til dæmis hún dregin út úr skuldaviðmiðinu af því að leið og fólk fellur frá þá fallar réttindin niður á stórum hluta það sem ekki erfist til maka. Þannig að hún er pínu lítill kannski svarti pétur í þessu öllu saman, getur við sagt. Þið leiðréttið mig en ef ég man rétt þá eru þessi starfsmannaukningar sem tengjast fræðslumálum og nýjum stofnunum í fræðslumálum og þannig að það kemur inn í launaliðinu auðvitað. Varðandi annar rekstrarkostnað þá get ég alveg tekið undir það að kannski það er ekki gert mikið með hann í þessu reikniverki sveitarfélagana. Við auðvitað bara gerum og setjum fram ársreikningana í samræmi við mjög svona ítarlegt regluverk og það er almennt ekki vikið frá því. Hins vegar það alveg rétt að geta bæjarfulltrúar fengið ítarlega sundurliðanir á því og auðvitað sveitarfélögum heimilt að birta allar sundurliðanir sem þau vilja til sinna íbúa. Sveitarfélög auðvitað farin að opna bókhald sitt og ýmsar fjárhagsskuldbindingar veittar umfram regluverkið. En svona í ársreikningsforminu þá hafa menn nú verið svona tiltölulega ef að segja vanafastir eða ekki vilja bregða út frá því og þess vegna er þetta sett fram með þessum hætti. Men getur svo auðvitað séð annar rekstrarkostnað niður á einstaka málaflokka og niður á einstaka deildir þannig að það gefur auðvitað vísbendingu hvernig þetta fellur til en það er ekki verið að sundurliða þetta eins og menn kannski þekkja úr ársreikningum svona almennra félaga.
Varðandi áætlunina og svona væntingarnar fram á við þá auðvitað hefur endurskoðandinn þann lúxus að þurfa kannski ekki að geta verið að horfa meira á fortíðina, en auðvitað höfum við skoðun á því hversu svona raunhæfar áætlanir verið að leggja fyrir og kannski ekki síður hvernig þær eru svona rúmast innan þeirra reglna og þess regluverk sem þetta gildir, og þá erum við auðvitað að horfa til þessa fjármálareglna sveitarfélaganna og það ekkert sem að svona veldur okkur áhyggjum ef þetta ástand tímabundið eins og ég nefndi, og það bara algengt að sveitarfélögin séu að fara þessa leið að svona viðhalda umsvifum, atvinnustigi og uppbyggingu og treysta svo á það að þetta sé tímabundið ástand sem muni þá taka við sér í framhaldinu. Þetta veit að mann ekki nákvæmlega hvenar það verður, en gangi svona tekjuáætlanir eftir, þá myndi ég segja að svona þessi fjárfestingar áform og þessi greiðsluhalli sem áformað að fjármagna með lántöku núna yfir eitthvað 2-3 ára tímabil, það svo sem ekkert sem veldur áhyggjum, en auðvitað stendur það svolítið og fellur með því að svona tekjur og íbúðaþróun og annað fylgi og svo sem ekkert í kortunum sem að við sjáum annað en að það bara eigi að geta gengið eftir, en auðvitað það þannig að þetta auðvitað bara ákvörðun sem menn taka að halda þessum dampi í fjárfestingum og fjárflæðinu yfir þetta tímabil. Já, og kannski bara svona til að hnykkja á því að það var nefnt hér skuldahlutföll og skuldaviðmið, við auðvitað bara þau hvoru tveggja fjallað í regluverkinu og í sveitarstjórnarlögum, og það bara mikilvægt að menn bara átti sig í því hver munurinn Skuldahlutfalli þetta einfalda auðreiknanlega hlutfall sem þá bara allar skuldir og skuldbindingar í hlutfalli við tekjur, en skuldaviðmiðið þá tekið tillit til bæði hreins veltufjár sem auðvitað okkar mati eðlilegt þar sem það á við að auðvitað eiga fjármuni þá til þess að greiða niður skuldir, og þá líka þessa liði sem talsverð óvissa hvort það komi til greiðslu og þá hvenær, sem þá aðalega lífeyrisskuldbindingin sem þá að koma til greiðslu eftir 15 ár eða síðar, og hún þá tekin til hliðar. Þannig aðalmálið í mínum huga að menn bara gera sér grein fyrir því hvernig þessi hlutföll eru reiknuð, og svo getur menn bara haft á skoðun sem þeir vilja á því hvernig menn svona túlka það. Ég held bara, já, allir þetta sé ekki svona sirka allavega það sem ég puntaði hjá mér. Ég bara komið þá tilbaka. Já, þakka fyrir þetta, Magnús, og orðið laust áfram, og það nú þegar hér bæjarfulltrúi kominn á mælendaskrá. Það Valdimar Birgisson bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, takk fyrir, og ég að koma núna aftur eftir frí eins og við vitið, og takk ykkur fyrir að hafa veitt mér frí þennan tíma sem ég var í burtu. Mikið ánægðefni að vera komin tilbaka. Ég ætla ekki að fara yfir þessa ársskýrslu. Ég minna á það að við fórum öll og samþykktum það að fara þessa leið eins og komið hefur fram hérna, og þessi skýrsla endurspeglar það náttúrulega ástandi í fyrra, hvernig COVID lék okkur og þetta þekkjum við. En mér langar kannski að spyrja einna spurninga sem kannski til bæjarstjóra, að það var einhver umræða í fyrra það að fá lægri vexti hjá ríkinu, sem sagt að fara með fjármögnun á sveitarfélaga að færa í gegnum ríkið, og eins var mikil umræða það að fá einhverja fjármuni frá ríkinu til þess að fjármagna halla sveitarfélagana fyrir síðan. Kom eitthvað út úr þeirri vinnu eða það ennþá í gangi? Já, það var beint spurningu til þín, bæjarstjóri, og ég ætla þá að gefa þér orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Það heyrist ekki í þér, Haraldur.
Svona afsakið forseti, nefndi einhverju vandræðum hérna með takkan á tölvunni, vonandi heyrist í mig núna. Já, fínt. Já, hérna, varðandi spurningu Valdimars, þá var nú svarið einfalt, það er nú nei, það hefur held ég ekkert komið út úr því. Það er að segja að sveitarfélög geti fjármagnað sig nákvæmlega á þeim kjörum sem að ríkið er að fjármagna sig á. Ríkið er nú reyndar fyrst og fremst að fjármagna sig með erlendum gjaldeyri og hérna taka lán í evrum eða einhverju myntkörfu og hérna þar hafa vextir verið litlir sem engir, en því fylgir náttúrulega gengisáhætta. Ef að gengið lækkar eða hækkar þá hérna breytist náttúrulega upp að lánanna. Mosfellsbær hefur ekki verið með slík lán tekið slík lán, ég held að hafa voru með örlítið af erlendum lánum eða lánum í erlendri mynt hérna þegar fjármálahrunið var hérna á 2008 en hefur ekki tekið einn slík lán síðan og ég held að sé ekkert lengur neitt slíkt lán í lánakörfunni. Ég veit þó að fjármálaráðherra hefur nefnt það, þetta sé svo sem ennþá til skoðunar, hvort að það sé með einhverjum hægt að fjármagna rekstur sveitarfélaga einhvern veginn með einhvers konar gegnumstreymi gegnum ríkissjóð, en það er mér vitanlega ekkert komið út úr því ennþá. En það ánægjulega í þessu þó að fjármagnun eða kjör sveitarfélaga núna stundir eru algjörlega í sögulegu lágmarki eða betri heldur en nokkurn tímann áður. Til að mynda hefur Mosfellsbær verið að fjármagna sig á rúmum 1% vöxtum og svo verðtryggingu og til að mynda eftir fjármálahrunið þá voru sambærilegir vextir kannski 7%, þannig að þetta er náttúrulega töluverður munur á því að takast á við þetta efnahagsástand með slíkum kjörum heldur en þá. Og þess vegna líka kannski réttlætanlegra að láta þetta yfir okkur ganga og taka þá meira lánum, þó að það sé nú aldrei í mínum huga skemmtilegt að gera það. Þannig að það er nú staðan og vonandi heldur þetta áfram, þetta lága vaxtastig, en ég svo sem ekki, við stjórnum því svo sem ekki þannig, en auðvitað skiptir þá staða efnahagslífsins máli. Mér langar fyrst ég með orðið, ég vona þetta svari spurningunni, en fyrst ég með orðið aðeins að tepla hérna á nokkrum atriðum sem komu hérna fram hjá bæjarfulltrúa Sveini Óskari. Hann talaði skuldastöðu og háa. Já, í mínum huga er fjárhagsstaða, þar af leiðandi skuldastaða sveitarfélagsins mjög traust og það var svo sem í mínum huga líka staðfest í hér yfirferð endurskoðanda bæjarins. Skuldaviðmiðið er undir 100%, er reyndar að hækka og það mun hækka á næsta ári vegna þess að við þurfum að taka meiri lán til þess að eiga fyrir þeim fjárfestingum sem við erum að fara í. En samt sem áður mjög traust staða og hún þolir þennan skell sem er núna næstu 2-3 árin hérna miðað við hvernig hún er í dag og það er viðsnúningur á rekstrinum, það er að segja frá áætlun til raunveruleikans, það er að segja ársreikningsins, það er eins og ég nefndi tæpar 800 milljónir eða svo bæjarfulltrúi nefndi nákvæmlega 770 milljónir og það, eins og ég nefndi, það hefur verið hægt að taka á því svo sem menn hefur viljað með að minnka þjónustu, skera niður þjónustu, minnka fjárfestingar, en það var ekki ákvörðunin og þessi viðsnúningur eða þessi breyting frá fjárhagsáætlun er, svo ég nefndi áðan, í takt við það sem kom fram í sviðsmyndunum sem að fjármálastjóri og bæjarstjóri lögðu fram í vor þegar var að vera að fara yfir afleiðingar þessarar
þessarar kreppu. Og mér fannst sko bæjarfulltrúinn segja að allar afborganir eða sko að veltufé frá rekstri sko dugaði ekki upp í neitt af afborgunum á lánum. Það nú reyndar held ég ekki alveg rétt einhver misskilningur í því. Veltufé einhverjar tæpar 500 milljónir árið 2020, afborganirnar eru maður rétt einhvers staðar tæplega 900, þannig að það er töluverður munur á því heldur en hefur verið undanfarin ár þegar að veltufé af rekstri hefur verið 1200–1300 milljónir og við höfum átt kannski halvan milljarð eða gott betur upp í þær fjárfestingar sem við erum að fara í og þannig hefur það verið undanfarin ár en það því er ekki að heilsa núna og það er af þessum ástæðum sem ég nefndi hér áðan. Og skuldaviðmið og skuldahlutfall, ég hef nefnt það hér í gegnum tíðina að það skiptir máli hér í Mosfellsbæ vegna þess að við erum með stórt lán sem að tekið á sínum tíma til að fjármagna hjúkrunarheimili, byggingu þess, það var 800 milljónir á sínum tíma. Það lán er tryggt með leigusamningi til 40 ára við ríkið. Og væri allsendis óeðlilegt að það færi að fara að skoða það í því sambandi hvort að við varum með hvaða hlutfall við varum með skuldur okkar af tekjum. Þess vegna var meðal annars þessi reglugerð búin til og að sett þetta skuldaviðmið til meðal annars að leiðrétta gagnvart aðstæðum sem þessum. Og reyndar fleirum eins og endurskoðandi kom inn á eins og til að mynda lífeyrisskuldbindingum og slíku. Að þessu launin sko orlofsskuldbindingi það er líka, hún er að hækka það bil 100 milljónir frá áætlun. Það er einhver tala sem við nú aldrei séð áður og skapast eins og reyndar kom líka fram í máli endurskoðanda að þrennu, annars vegar að hækkun launa, það sé að hver orlofsdagur var verðmætari sem fólk á inni. Þetta er sem sagt það orlof sem að fólk á inni áramót sem að vinnuveitandinn á eftir að skaffa því eða það ætti að taka og það er fært sem skuldbinding og til gjalda og annars vegar hækkun launa og síðan er þetta líka það að allir starfsmenn eða flestallir starfsmenn bæjarfélaga samkvæmt kjarasamningurinn konum með 30 daga orlofsrétt. Það var verulega bætt í það í kjarasamningum úr 24 og 27 upp í 30 í mörgum tilfellum. Því þýðir þá lengra orlof og sem hefur þá ekki verið tekið og svo líka eins og nefnt var að viljinn til frítöku í þessu ástandi er minni. Fólk kemst ekki til útlanda og svona hvatt til þess að ferðast heima á sér og það er svona einhvern veginn minni vilji til þess og það er nú kannski svona umhugsunarefni líka, það er náttúrulega líka stjórnunarlegt atriði að fólk taki orlof en það er svona eins og það er og það er gegnum gangandi í öllum sveitarfélögum að þetta er að hækka. Mér þætti samt ekkert ólíklegt að það kemi tekjufærsla út af þessu fyrir árið 2021 í ársreikningnum næsta. Það er spennandi að sjá hvernig það fer en svona það kemur mér ekki óvart vegna þess að þá yrði skuldbindingin minni heldur hún er núna. Og síðan var rætt hérna endurnýjun lagna og slíkt, það er inn í langtímaáætluninni. Þessi fráhættuáætlun sem að lagði fram á sín tíma að ráðið sig í framkvæmdir vegna hennar. Þannig að auðvitað er þetta, eins og ég nefndi hér, ekki sú staða sem við vildum sjá hérna fyrir rúmi ári síðan, en þetta er raunveruleikinn og við tökumst á þetta verkefni og komumst í gegnum það og ég hef nú reyndar þá trú að þetta taki skemmri tíma heldur en kemur fram í langtímaáætlun bæjarins. En sjá til, ég ætlum ekki að lofa neinu það enda ég ræði því svo sem ekki, en mér finnst svona margt benda samt til þess að þessi kreppa hugsanlega taki skemmri tíma heldur en upphaflega var áætlað og það er kannski bara vegna þess hvernig við hefur verið brugðist við henni af hinum opinbera, ríkissjóði og sveitarfélögum
að halda dampi í efnahagslífinu, í atvinnulífinu og einkaneyslunni gangandi. Þannig að í framhaldinu fái ríkið tekjur bæði tekjum fólks sem og óbeinum sköttum og sveitarfélögin í formi útsvars og þeirra tekna sem það hefur. Þannig að kæmi mér ekkert óvart að þetta væri yfir jafnvel betra heldur en eða fljótara að ganga yfir heldur en menn hafa svona við erum að gera ráð fyrir hér en þetta nú kannski einhver óskikja. Já, við sjáum hvað setur með það, en við höldum áfram með mælendaskránna. Sveinn Óskar Sigurðsson, þú hefur beðið orðið aftur. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Ég var nú allan bara að leiðrétta bæjarstjóra. Hann nefndi að ég hefði sagt að það dygði ekki upp í veltufjárhlutfall frá rekstri, það getur dugað upp í. Það getur ekki staðist vegna þess að það dugar ekki að öllu upp í en auðvitað kemur þetta upp í greiðslu af lánum með einhverjum hætti. En það má sjá það samt á sjóðstreyminu að það er stöðugt fyrir endur fjármagna sig með því að greiða mjög stóran hluta af afborgunum viðkomandi langtímalána hverju ári. Og þetta sést bara ár eftir ár. Og það er sérstaklega núna. Og það er ekkert svo sem óeðlilegt við það í ljósi ástandsins. Ástandið mjög slæmt. Við ákveðum að taka þessu þannig, allur hópurinn, og árétta að það sé á minni hluti með að halda framkvæmdastiginu. Og mér finnst það að hafa verið ábyrg afstaða allra aðila. Þannig að ég vildi koma þessu að svona svo að það fari ekki á milli mála. Í annar stað vil ég minnast á að þegar við erum að velta fyrir okkur rekstri bæjarfélagsins þá sé ég til dæmis í skýringum, ef við skoðum bara skýringu númer 20, önnur mál, ég myndist á NPA-samningana og kannski það sem ég myndi kannski biðja Magnús að impra þess á, vegna þess að þarna sagt að líklega verði málið í raun og veru sent landsrétti eða áfrýjað til landsréttar, eins og sagt er. Þetta mun hafa stór mál og þetta kannski ekki búið að fara nægilega vel yfir þetta. Hvort að ég bara spurningi myndir Magnússon, búið að skoða þetta ef að þetta myndi falla eins alveg upp í Hæstarétt eins og það féll í héraði, hvernig áhrifin muni gæta á sveitarfélögin, vegna þess að þetta gætir ekki bara á Mosfellsbæ heldur einnig og önnur sveitarfélög. Þannig ég myndist á þetta í fyrsta innleggi mínu og annars svo sem ekkert meira þetta að segja. Þetta fyrsta umræða og við þurfum að setja okkur inn í skýrsluna, endurskoðunarskýrsluna sem að koma fyrir fundi núna og vil bara þakka enn og aftur fyrir innleggi hér á undan. Já, ég ætla að gefa þér, Magnús, orðið upp að svara þessari spurningu sambandi við NPA-samningana sem bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að nefna. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég svo sem kannski þori nú ekki að úttala hvaða áhrif þetta mun hafa á sveitarfélögin almennt ef þessi svona ábyrgð fellur á þau. Það mun hafa þau áhrif að þau þurfa að taka þetta inn í sínar bækur og í sínar áætlanir í framhaldinu en ástæða fyrir þetta fari svona með þetta í ársreikningi 2020 raunverulega bara óvissan lyktir málsins. Þá farin sú leið að upplýsa þá bara lesendan stöðuna nákvæmlega eins og hún svona það fyrirsjáanlega tjón sem að getur þá þurft að færa í bækurnar ef niðurstaðan verður ekki hagfellt sveitarfélaginu en annars þá þá bara óbreytt ástand og svo bara stöðuna þá í réttarkerfinu. Þannig að það nú ástæðan fyrir að menn færa þetta ekki upp fyrir að það er þá viðurkennt en ef að það verður þannig að þessi ábyrgð fellur á sveitarfélaginu þá auðvitað þarf að fara að taka þetta inn í þeirra bækur og þeirra áætlanir. Já, þakka fyrir þetta, Magnús. Síðan höldum við áfram með mælendaskránna. Það einn bæjarfulltrúi búinn að biðja orðið. Það bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar.
Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Svona við þessa fyrri umræðu ætla ég nú ekkert að hafa þetta mjög langt en ég vil samt koma að því að skuldaaukningin sem sagt á milli áranna var nokkur og hún var tekin meðvituð og til þess að halda uppi sem sagt og í raun og veru keyra þær framkvæmdir sem við kannski vorum byrjuð á, þannig að það var ekki svo gott heldur að hoppa út úr því. Þannig að þetta var meðvitað svolítið að keyra á lántökurnar og vonandi og væntanlega getum við ekki keyrt svona sterkt á þær ókominn tíma. En ég vildi líka forseti nota tækifærið til þess að þakka starfsmönnum og þakka endurskoðandanum fyrir hans yfirferð hérna áðan sem var bara mjög góð og fínt. Nú skoðum við þessa endurskoðunarskýrslu hans og getum svona farið yfir þau atriði sem þar koma fram sem að grípa kannski ekki alveg svona á hraðbergi núna og svo ekki síst forseti þakka fjármálastjóra og hans fólki fyrir þessa vinnu og þessa framsetningu á þessum ársreikningi eins og undanförnum ársreikningum vegna þess að ég þykist og ég bara veit að þetta heilmikið mál, auðvitað stendur þetta yfir svo sem alltaf árið að þessi undirbúningur að gera ársreikningsins en það kemur lota núna þegar það er verið að leggja hann fram og ganga frá honum og vil bara færa þeim bestu þakkir fyrir það. Takk fyrir. Já, þá hefur bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk. Já, ég vil nú bara segja að ég mjög spennt að fá þessa endurskoðunarskýrslu sem að hér var farið yfir og ætli þetta sé, ég man ekki hvort við höfum fengið hana fyrir umræðu áður eða hvort það hefði alltaf verið svona að við fáum hann í hendur bara strax eftir þá umræðu en allavega verið gott að fá skýrsluna. Það er ekkert sem kemur á óvart í þessum ársreikningi. Ég meina það var við stóðum frammi fyrir stórum vanda og sem betur fer að þá var tekin svo ákvörðun að halda í raun og veru kraftinum inn í kerfinu hjá okkur, að halda áfram með framkvæmdir og draga ekki úr þjónustu til þess að halda samfélaginu öllu eins virku og mögulegt sem til bóta, þess að við erum ekki að reka svona fyrirtæki, við erum að reka í raun og veru, við erum að reka samfélag og tímabundir erfiðleikar eins og núna, við stöndum núna frammi fyrir í COVID-kreppunni eru ekki bara fyrir þá sem akkúrat lendi í henni að leysa. Þetta hlýtur að verða verkefni sem að tekur lengri tíma að vinna okkur út úr og þess vegna tökum við lán og það tekur okkar einhver tíma að greiða þau niður en kosturinn við þetta sá að við erum að halda áfram. Við sitjum ekki með hendur í skauti og bíðum eftir að hlutirnir lægist að einhver annar komi og lægi hlutina fyrir okkur. Og svo hvað varðar viðsnúningin, þetta er náttúrulega rosalega viðsnúningur 800 milljónir, en þetta líka eitthvað sem hann var búið að segja okkur og ég vil bara nefna það að spádómsgáfa, en þetta kannski ekki spádómsgáfa, þetta bara að kunna reikna og fjármálastjórinn og bæjarstjórinn kunna það vegna þess að þetta fellur alveg innan þessa ramma sem var kynntur fyrir okkur strax í upphafi, þessi tala og þannig að hún kemur heldur ekki óvart en það sem kemur mér kannski pínlítið óvart svona minni íbúafjölgun, það hefur örugglega ýmsar skýringar en svo hefur maður á tilfinninguna að það sé snúist líklega dálítið við á þessu ári með meiri uppbyggingu og að manni skilst að það sé það seljist allt sem til sölu á húsnæðismarkaði en það að fara eftir því sem ég best veit að þá fer að líða því að það byggist upp enn eitt hverfið hjá okkur hérna upp í Helgafellslandi þannig að við erum örugglega að fara að horfa aftur á talsverða íbúafjölgun en því má ekki gleyma að við höfum náttúrulega horft fram á óvenju mikla íbúafjölgun í nokkur ár sem líka setur hvað heitir það? Sem líka setur svona nú man ég ekki
man ég bara ekki orðið, eða setur svona stress á systemi, sko, það að þegar íbúum fjölgar mjög hratt á stuttum tíma, það eykur pressuna inn í systemin okkar, í skólakerfinu, í félagskerfinu og öllu, þannig að kannski þar svona, millivegurinn heppilegastur, og við viljum að íbúum halda áfram að fjölga til þess að byggja ennþá sterkara samfélag en við erum með, en ég bara segi takk fyrir þessa yfirferð, þetta var bara mjög skýrt hjá þeim sem hér fóru yfir þetta og þakki þeim sem þakkir ber og ég held ég hafi sjaldan beðið eins spennt eftir lestarefni eins og þessar endurskoðunarskýrslu núna, takk. Já, það nú enginn á mælaskránni þannig að kannski eitt bara forseti. Já, gjörðu svo vel, Magnús. Bara til að loka þessu, sko, og þú nefnir með skýrsluna, það alveg rétt að hún hefur stundum verið fyrr á ferðinni, en kannski punkturinn að við viljum helst ekki láta hana fara á stað fyrir að við erum búin að staðfesta svona helstu liði, þannig að við viljum ekki breytast mikið eftir að þið fáið henni í hendurnar og það nú ástæðan fyrir að við svona höldum henni í okkur þar til að svona allt staðfest og þess vegna fáið hana og ég treysti því bara ef eitthvað sem að þið eruð að velta fyrir ykkur á milli umræðna, þið bara sendið mig línu eða sláið á mig. Þannig að það sé sagt. En annars bara þakka ég kærlega fyrir mig. Já, ég ætla bara að segja forseti og bæjarfulltrúi að þakka þér hérna, Magnús, og náttúrulega öllu þessu góða starfsfólki hér í Kjarna sem að hefur unnið að þessu hér mánuðum saman eins og við vitum. En umræðum þá lokið og það þá ekkert eftir annað en að greiða atkvæði. Tillagan einföld, það að vísa henni til seinni umræðu sem verður 21. apríl eins og endurskoðandinn Magnús nefndi áðan, það síðasti vetrardagur á næsta bæjarstjórnarfundi og þá skulum við nota bara spjallið ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem samþykkja það að vísa til seinni umræðu. Það eru bennir að ásögum það. Atkvæðagreiðsla stendur yfir já, eða hún kannski búin og ég bið að starfsmenn fundarins að gefa mér niðurstöðunar. Og þá hérna þessari umræðu lokið og ég þakka þér Magnús Jónsson sérstaklega fyrir komuna hérna. Þannig að þú þá yfirgefur á fundinn og forseti sem gamall kennari ætlar að gera frímínútur hérna eftir þennan góða áfanga. Þetta eru stuttar frímínútur, 6 mínútur, þannig að við byrjum aftur 10 mínútur yfir. Stutt hlé, þá geta að gera það núna. Við erum búin að vera hér 1,5 tíma og stuttar frímínútur og hefjum aftur fund 10 mínútur yfir.